Takk fyrir þetta, Guðmundur. Þá ætla ég að fá að segja hér nokkur orð áður en lengri haldið. Það er einstaklega ánægjulegt að fá að standa hér í upphafi árs og bjóða ykkur velkomin á Fréttapíramída Eyjafrétta. Þetta er ein af þessum samkomum sem minna mann á hversu dýrmætt það er að tilheyra þessu samfélagi. Að fá tækifæri til þess að staldra aðeins við, horfa yfir farin veg og byrja nýtt ár með jákvæðum formerkjum. Fréttapíramídinn er orðinn fastur liður í upphafi árs hjá okkur Eyjamönnum. Í 35 ár höfum við komið saman að þessu tilefni til að heiðra fólk og fyrirtæki sem hafa látið gott af sér leiða. Fólk sem hefur haft áhrif, oft án mikils hávaða, en með mikilli vinnu, ábyrgð og elju. Við vitum það öll að Vestmannaeyjar eru ekki stórar af flatarmáli, en þær eru stórar ef horft er á kraftin í samfélaginu. Hér þekkjum við hvert annað, fylgjumst með, styðjum hvort annað og tökum eftir þegar einhver stendur sér vel. Fréttapíramídinn er einmitt til þess að segja þetta skiptir máli, þessu er tekið eftir. Í dag veitum við viðurkenningar í 4 flokkum, fyrir framlag til menningar eða menntamála, fyrir öfluga atvinnuuppbyggingu, fyrir framlag til íþrótta og að lokum fyrir einstakt framlag til Vestmannaeyja eða Eyjamaður ársins. Allir sem hér verða heiðraðir eiga það sameiginlegt að vera fyrirmyndir. Ekki endilega vegna titla eða stöðu, heldur vegna þess hvernig þau hafa nýtt hæfileika sína í þágu samfélagsins. Það er líka vel við hæfið á sama tíma og við heiðrum fólki í samfélaginu sé Eyjasýn, útgáfufélag Eyjafrétta, að opna nýja og uppfærða fréttasíðu. Markviss vinna undanfarin ár hefur skilað sér í miklum lestri og á góðum dögum mælast heimsóknir í tugum þúsunda. Það sýnir að fólk vill fylgjast með, taka þátt og vera í tengslum, bæði hér heima og allan heim. Öflugir og sjálfstæðir fjölmiðlar eru ein af grunnstoðum lýðræðis. Þeir skapa vettvang fyrir samtal, gagnsæi og upplýstar ákvarðanir, jafnvel og kannski sérstaklega í litlum samfélögum. Þannig mætast hér í dag hefð og framtíð, fólk og fjölmiðlun, saga og nýtt ár sem bíður okkar. Ég vil að lokum þakka Vestmannaeyjabæ fyrir gott samstarf og stuðning við Fréttapíramídann og Eyjafréttum og Eyjasýn fyrir að halda þessari mikilvægu hefð á lofti og miðla fréttum af krafti og ábyrgð. Með þessum orðum býð ég ykkur hjartanlega velkomin og óska ykkur öllum farsældar á nýju ári og hlakka til að heiðra þau sem hljóta Fréttapíramída Eyjafrétta. Takk fyrir.